þið að halda upp á 110 ára afmæli kirkjunnar með nýrri sögusýningu. Já, við byrjuðum að halda upp á afmælið í upphafi árs. Kirkjan á vígsludag 14. febrúar og 110 ára liðin frá því að Keflavíkurkirkja var vígð. Og við opnum eiginlega svona afmælisár með hátíðarmessu og afmælisköku og í kjölfar fylgdi svona dagskrá þar sem við vorum að segja sögur. Það er mikilvægt í tímamót að segja sögur fólksins, því að þessi kirkja er samofin samfélaginu hver tíma og það eru svona mörg lög af sögum sem tengist Keflavíkurkirkju. Þannig að við vorum með erindi sem að sagði frá kirkjunum tveimur í Keflavík, þeirri sem að skemmtist og var rifin eftir ofsaveður 1902 sem það var fókald, fyrstu Keflavíkurkirkju, og svo þessari kirkju Rögnvaldar, klassískri kirkju sem rís í árdaga steinsteypunnar. Og við vorum með sagnakvöld kirkju Lund sem að fagna líka 25 ára vígsluafmæli núna frá 1. júní í sumar. Og það var Jónína Guðmundsdóttir sem var formaður þeim tíma sem að Safnaðarheimili Rís og Einar Magnússon sem að var formaður byggingarnefndar og leiddi svona arkitektavinnu þessa hús. Og það var áhugavert, svona nær okkur í tíma, saga kirkjulundar en Keflavíkurkirkja. Og svo vorum við með Pál Vagn Bjarnason, Keflvíking og arkitekt sem leiddi þessa endurbótuna vinnu áður en að kirkjan er 100 ára og við færum hann aftur í uppröld torf. Og þá höldum við sögusýningu fyrir 100 ára afmæli þegar hún fagnar því. Og þessi sýning er bara í framhaldi. Af því við hefum bæst orgel okkar sem var eiginlega loka nikkurinn á endurbótunum og svona þessi fræðsla kirkjulund og síðan bættum við aðeins smá söguspjaldi brunan í Skildi því að árið 90 ári liðin frá þessu mannskæða bruna í þorpinu í Keflavík og þessi voðaatburður er samofinn kirkjusögunni. Þannig að hér erum við í kirkjulundi með söguna á veggjunum, nokkra muni sem voru teknir úr kirkjunni þegar hún var farið aftur í upprunna torf. Og það er komið fram á hana kirkjan sem að rís í svona árdaga steypunar, að kirkjan er ekki bara steinsteypa, þetta er náttúrulega fólk og saga fólksins. Já, við segjum að kirkja er fólk. Hver og einn kirkja á sína sögu og það er fólki sem leggur eitthvað til hennar. Alveg svo Keflavíkurkirkja, það er fólk sem átti ekki aur til að leggja í byggingarsjóð en það ánefndi henni vinnutímum og þrekvirkju sínu og einhverjum með hæfileikum eða kröftur sem það gæti gefið að sér. Hver og einn kirkja í landinu okkar er byggð af fólki. Ekki skattfé, hún er byggð af fólki, safnaðarstarf og starfið samanstendur á svo mikilli sjálfboðavinnu. Við risastóran sjálfboðahóp 200 talsins í allt. En stærsti af þeim hóp er kór Keflavíkurkirkju sem þjónar í gleði og syngur yfir samborgurum sínu kveðja. Þannig að kirkja er fólk og ef fólki var ekki að sækja hana, segja okkur hvernig það vil hafa hana, gagnrýna okkur með uppbyggilegum orðum og veita okkur styrk með hvatningu, þá væri hún ekki hérna til þjónustu. Hafa Keflvíkingar sterka skoðun á kirkjunni sinni? Já, mér finnst það. Og við erum ekki öll sammála. Til dæmis vilja margir fá þessa brúðastóla aftur inn í kirkju, en við teljum þá vera hæfa þeirri innréttingu sem var sett hérna 1965. Þannig að við erum ekki öll sammála, en við erum öll að vinna að henni í kærleika. Því okkur þykir vænt kirkjuna og við viljum að hún sé til staðar. Þótt að fólk sé ekki að sækja hana jafnt og þétt, en þá við öryggi að vita að það er kirkja í okkar samfélagi. Fólk er vonandi að koma í kirkjuna aðeins meira heldur en bara til að kveðja ástvini í jarðarförum. Já, við eigum mjög góð sóknarbörn sem eru henni lojal í bæði í messusókn og safnaðarstarfi, vikulegu starfi. Og það sem við höfum fundið fyrir svona síðustu 3 árin er að ungt fólk er að sækja hana meira og við fækkuðum messuskildum fermingabarna sem gerði að verkum að þau mæta í fleiri messur en þau þurfa og það er svolítið sérstakt. En kannski það að þau gleyma áhyggjum sínum amstri fyrir utan á meðan og finna hvíld í kirkjunni sinni. En hvernig verður svo framhaldið með þessa sögusýningu
og starfið eitthvað núna bara inn í veturinn sem að koma? Já, við ætlum að hafa hérna opna dyr þessa daga, vera til 4, frá hádegis til 4, yfir ljósanótt og samhliða á laugadaginn mun kórinn okkar hérna inn í kirkjulundin í sal sýna heimildamyndum ferð sem þau fóru á síðasta ári og yfirskrift þessar heimildamyndar til Dyflinnar og þess að þau syngu YouTube-messu og þau ætla að standa hérna vaktina og sjálfboðaliðar og við ætlum að ljúka ljósanótt af því að Keflavíkurkirkja fengi að ljúka henni í mörg árin og við gerum það með kvöldmessu klukkan 8 sunnudagskvöldið þar sem við fáum Bjartmar Guðlaugsson sem ætlar að segja keflvískar sögur og hvernig tilur hans þekktustu texta eru til á þessum reit í Keflavík, meðal annars hérna handa við hornið. Þannig það er okkar helgi. Þannig þú sýningarstjóri, hvernig var svona þessi sýning til? Já, við byrjum í raun og veru þegar við fórum að undirbúa þessa sýningu, þá byrjum við að kynna muni kirkjunnar. Af því að við endurgerðirnar 2012, sem stóð eiginlega fram til 2020, þá vorum við í rauninni að kynna aftur gamla gripi sem hefur verið í kirkjunni í upphafi og kynna það svolítið aftur fyrir sókninni og íbúum og þannig að við erum búin að vera að kynna þá og það er líka að nálgast það efni á vefnum. En síðan ákveðum við líka að fjalla meira í rauninni þess að endurgera á kirkjunni og markmiðið var í rauninni að endurheimta þessa klassísku formfögu og björtu kirkju sem að Rögnvaldur teiknaði í upphafi og það er sagt frá framkvæmdunum og samanskapi erum við líka að fagna að það eru 25 ár síðan að þetta safnaðarheimili var opnað og byggt og þar erum við líka að segja söguna því að þetta er fljótt að verða saga. Það er orðið 25 ár síðan að þetta safnaðarheimili reis hér við Keflavíkurkirkju og við höfum líka verið að segja frá brunanum í Skildi því að í ár verða 90 ár liðin frá þessum hörmulega atburði og Keflavíkurkirkja vill gera honum meira skil og einn liður í því er að óska eftir hugmyndum frá íbúum hvað þeir vilja sjá á skjaldarreitnum því að nú stendur rauninni bara lítill minnisvarði á þessum reit en það er svona vilji hjá kirkjunni og fleirum að kannski að gera þessari sögu svona aðeins hærra undir höfðu þannig að sómi sé að og við hefum sett af stað ákveðna hugmyndakönnun og við hvetjum alla til að taka þátt í henni og vera með okkur í að móta það til framtíðar, hvernig við minnumst þessa atburðar. En svona við þessa sýningar vinnu er bara hafa Keflvíkingar verið duglegir að viðhalda söguna þannig að hefur verið auðvelt að nálgast myndefni og upplýsingar svona á þessi sýningarspjöld? Já, þetta er góð spurning. Stundum, já, að vissu leyti gott að nálgast upplýsingar en öðru leyti ekki og kannski það sem við gleymum að sagan er sífellt í vinnslu og bara saga safnaðarheimilisins og saga þessar endurgerðar á kirkjunni er líka mikilvægt að halda utanum. Þannig að við fórum líka þá leið að taka viðtöl og við erum með viðtöl við Ragnheiði Ástu Magnúsdóttur sem er fyrrverandi formaður sóknarnefndar Keflavíkurkirkju og við tölum með Pál Vaff Bjarnason sem er arkitekt og hann sá svona og leiddi vinnuna við þessa endurgerð kirkjunnar. Þannig að þar erum við líka að koma með kannski nýjar heimildir og halda áfram að segja frá sögu kirkjunnar því hún er náttúrulega stöðugt í vinnslu. Og svo er það tína til gamla muni og það náttúrulega eru gamli munir komnir í kirkjunni sem voru í kirkjunni áður og enduðu kannski bara fyrir slysni á byggðasafni. Já, þetta er svona hringrás sögunar einhvern veginn að nú erum við með hér á sýningunni Prédikunarstól frá 1967. Þegar hann var settur í kirkjuna þá var gamla Prédikunarstólinn sem var smíðaður fyrir upprunalegu kirkjuna sem fauk og var smíðuð aldamótin var hent á haugana. En það vildi bara svo vel til að það voru menn sem að gripu þarna og björguðu verðmætum og komu á byggðasafnið. Og hún er svolítið skemmtilega, þessi hringrás sögunar og hvað eru menningar verðmæti. Og en við geymum þetta, það sem er ekki í kirkjunni í dag er komið á byggðasafnið og en hún er komin í svona sína upprunalega mynd eins og hægt er. Og svo eru þið með þessa gömlu brúðarstóla sem eru skrautlegir munir. Já, það var sem ég talaði með svo gömlu brúðarstóla og ég man bara sjálf eftir þeim og fannst kannski gaman líka að draga fram þessa muni og sýna að þeir eru ennþá til, þeir eru ekki glataðir og við höldum áfram að vinna með söguna og við höldum áfram að vinna með munina og við höfum nú verið að hvetja til kannski ef hjón
ástfangnir einstaklingar vilja kannski tylla sér og taka sér mynd, þá það bara Guðs velkomið og fagna ástinni. Þeir eru í skrölleri kantinum og kannski passa ekki inn í þessa mynd sem við sjáum í dag á kirkjunni. Nei, og svo margt kannski sem að kom í kirkjuna svona barn síns tíma og fer svolítið eftir tískustraumum. Þannig að einhvern tíman hefur þetta verið mjög fínt. En kannski ekki í takt við þessa nýklassísku kirkju og þennan einfaldleika. En mér finnst þetta svolítið skemmtilegir. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.